Já, takk. Góðan daginn og velkomin öll á þetta málþing vinnumansal á Íslandi. Ég heiti Heiðrún Vala og skipulega þetta málþing með Kristínu og Íslandsdeild Amnesty International. Hjá Amnesty vekjum við athygli á hinum ýmsu mannréttindabrotum og við Kristína vildum varpa ljósi á mannréttindabrót hér á landi. Vinnumansal alvarlegt og nokkuð umfangsmikið vandamál á Íslandi sem fáir vita sérstaklega mikið Við vildum því skapa vettvang þar sem við getum rætt þetta málefni á aðgengilegan hátt og vakið athygli á vandamálinu og fengið til okkar sérfræðinga sem getur lagt orð í belg og svarað öllum þeim spurningum sem liggja okkur og ykkur á hjarta. Og úr varð þetta málþing. Við höfum fengið til okkar Sögu Kjartansdóttur, Öldu Hrönn Jóhannsdóttur og Árna Kristjánsson sem munu flytja hér erindi og svo sitja í pallborði þar sem Kristína mun spyrja þau spurninga frá okkur hjá Ungliðahreyfingunni og svo geta bæði áhorfendur hér í sal spurt og áhorfendur streymisins sent inn spurningar. Saga sérfræðingur í vinnumarkaðsmálum hjá Alþýðusambandi Íslands en ASÍ með vinnustaðaeftirlit til þess að upplýsa launafólk réttindi sín og berjast gegn brotum á vinnumarkaði, þar á meðal vinnumansali. Alda Hrönn yfirlögfræðingur hjá embætti lögreglustjórans á Suðurnesjum og staðgengill lögreglustjóra og hún fór með faglega stjórn á eina mansalsmálinu sem hefur verið sakfellt í á Íslandi. Síðastur en ekki sístur Árni Kristjánsson, unglið og aðgerðarstjóri hjá Íslandsdeild Amnesty en hann ætlar að tala alþjóðlegar skýrslur Amnesty International réttindi verkafólks í fataiðnaði og viðskiptahætti stórfyrirtækja í þeim iðnaði og setja þannig viðfangsefnið í alþjóðlegt samhengi. Að því sögðu bjóðum við Sögu Kjartansdóttur, sérfræðing í vinnumarkaðsmálum hjá ASÍ á svið. Takk fyrir og takk fyrir boðið að koma og bara vel valið þema og það gleður mig að þið skuli hafa áhuga á þessu efni. Ég starfa sem sérfræðingur í vinnumarkaðsmálum hjá ASÍ en hef svona síðustu 5 ár verið starfað við vinnustaðaeftirlit og svona samhæfingu vinnustaðaeftirlits stéttarfélaganna allt land. Og eins og kom fram í inngangnum að þá erum við þarna út á vettvangi og erum að bæði upplýsa launafólk réttindi sín og skyldur og svo erum við svona þar í svona kjöraðstæðum til þess að komast í snertingu við mjög berskjalda launafólk sem að kannski ekki endilega að leita til stéttarfélagsins að fyrra bragði, þá erum við að fara til þeirra. Þannig að ég hef alveg gríðarlega mikla trú á þessu eftirliti okkar hvað þetta varðar, sem sagt misneytingu og vinnumansali. Aðeins svona bara hugtökin sem ég nota, ég tala misneytingu sem er það sem ég og við hjá ASÍ notum yfir það sem er á ensku exploitation, tala labor exploitation, það tölum við misneytingu launafólks og ég hugsa þetta svolítið svona á svona rófi og það er svona í takt við erlendar og evrópskar skýrslur og svona sérfræðinga að við getum hugsað þetta sem róf, það sem á einum endanum er bara gott og traust vinnusamband, þar sem að kjarasamningar eru virtir. Svo erum við með það sem að við í verkalýðshreyfingunni tölum sem launaþjófnað, sem eru þá vangreiðslur á launum, en þá erum við ekki að tala svona bara einhver einstaka mistök, af því að þau geta þetta orðið og eru þá yfirleitt leiðrétt bara leið og að benda á þau. Við erum að tala þau sem eru annaðhvort af svona miklu gáleysi eða viljandi. Og svo misneyting og það nota ég við skilgreiningu frá finnskri rannsóknarstofnun sem að segir það er það þegar launamaður er útsettur fyrir lágum launum og slæmum skilyrðum fyrir lítið kaup og hann hefur litla möguleika á að breyta stöðu sinni og það er ekkert endilega alltaf eitthvað rosalega skýr skilin á milli launaþjófnaðar og misneytingar en þetta er svona tilraun til þess að skilja þetta fyrirbæri. Og svo alvarlegasta misneytingin flokkast þá sem mansal, sem þetta bara skilgreint í hegningarlögum og eru þetta frekar þröngt skilgreint. Ég meina fólk getur alveg haldið fram að alvarleg misneyting ætti að flokkast sem mansal og þetta er að einhverju leyti alltaf í mótun og þróun. En þegar ég segi með misneytingu að fólk eigi kannski litla möguleika á að breyta stöðu sinni, þá erum við oft komið með að húsnæði er á vegum atvinnurekanda, að launamaðurinn reiði sig á atvinnurekanda fyrir húsnæði eða er á bundnu atvinnuleyfi, þannig að dvöl þeirra í landinu hangir líka á spýtunni.
þá erum við að tala eitthvað svoleiðis frekar en að viðkomandi sé sko hlekkjaður einhvers staðar. Þá erum við að tala svona þannig fjötra. Og svo talað þegar við tölum misneytingu launafólks, þá stundum sagt að þetta sé svona high profit, low risk iðja. Það að segja að það hægt að hagnast og þetta auðvitað gert yfirleitt í þeim tilgangi að hagnast og líkurnar á að vera gómaður eða beittu viðurlögum eru litlar. Og það sannarlega rétt hér á Íslandi líka. Ég meina við erum eins og verkalýðshreyfingin svo sem óþreytandi við að benda á, það eru engin viðurlög við að vangreiða laun, þú þarf bara í mestarlagi að greiða launin tilbaka og það eru þetta mansalsákvæði í lögum en því hefur sjaldan verið beitt þó að við séum eftir að sjá svona einhverja bragabót þar á núna og við vitum örugglega öll inni af mjög stóri lögreglu rannsókn á það sem grunur vinnumansal. Drifkraftur mansals möguleikin á að hagnast á mörgum stigum og mér finnst þetta mikilvæg punktur á því að í málunum sem við sjáum að þá oft bæði verið að þrýsta niður laununum og hagnast þannig að vinnu einhvers en svo líka verið að taka pening fyrir leigu og oft blása út alla útgjaldaliði, óeðlilega há leiga, óeðlileg leiga á bíl, alls konar ótrúlega hugmyndar auðgi í svona frádráttaliðunum sem maður hefur séð á launaseðlum hjá fólki. Og þetta ekki bara einhverju glæpahringir, þetta líka löglega, það að öðru leyti löglega starfandi fyrirtæki. Og mér finnst þetta líka mikilvæg punktur að því að stundum finnst mér að fólk sjá fyrir sér að þetta sé einhvers staðar bara neðanjarðar, þið vitið, en yfirleitt eru þetta allavega málin sem við sjáum, þá þetta bara skráð fyrirtæki í fyrirtækjaskrá og að greiða kannski einhver gjöld og svo framvegis, en svo eitthvað annað í gangi undir yfirborðinu. Þannig að mér finnst mikilvægt að nefna það. Nú hvar þrífst misneyting launafólks? Þetta eru þessar mannaflafreku atvinnugreinar. Til dæmis ræstingar, byggingariðnaður, ferðaþjónusta, framleiðsla, ýmiss konar og veitingaþjónusta. Þetta ekki tæmandi listi en þetta eru svona sem eru oft nefnt í þessu samhengi. Hættan meiri í atvinnugreinum þar sem að reiða sig á ófaglært, jafnvel tímabundið og erlent vinnuafl. Hættan eykst líka með útvistun og löngum verktakakeðjum þar sem að ábyrgðin á þeim sem að kaupa verkið verður alltaf fjarlægur og fjarlæg, þess að ábyrgðin gagnvart fólki sem að vinna störfin og þess vegna þetta erum við í verkalýðshreyfingunni alltaf að tala fyrir þessu að beint ráðningarsamband skuli vera svona meginreglan og hitt eiga að vera algjör undantekning af því að þá eru minni líkur á þessi svona fjarlæg myndist. Hér á landi, bara síðustu ár hafa komið upp mál sem að ég myndi alveg klárlega kalla misneytingu í byggingariðnaði, á veitingahúsum, í hótelum og gistiheimilum, í fiskvinnslu, snyrtistofum, svo einhver dæmi séu nefnd. Og varðandi fiskvinnsluna, þá finnst mér líka dálítið áhugavert kannski að benda á það að þangað til fyrir 2 árum þá voru við í vinnustaðaeftirliti verkalýðshreyfingarinnar ekki með heimild til að fara inn í fiskvinnslur. Af því að það eru svona skilgreindar atvinnugreinar sem að við förum í. Vinnueftirliti má svo fara alls staðar og svo framvegis, en það er svona alltaf samkomulag við samtök atvinnulífsins hvaða greinar skulu eiga heima þarna undir. Svo var fiskvinnslunni bætt inn 2024 í kjarasamningum og við höfum bara fundið svo mikið af vandamálum þarna inni og auðvitað alls ekki öllum en í sumum og mér fannst svolítið áhugavert að sjá svona skýrt að þar sem við höfum verið fjarverandi og þar sem eftirliti minna, að þar þrífst misneytingin. Og svo þetta getur þetta líka átt sér stað inn á heimilum fólks og í svona erlendu samhengi oft talað domestic workers og hér á landi getum við þá hort kannski á au pair sem eru þetta gríðarlega berskjaldaður hópur sem einangraður á heimilum fólks. Við höfum haft áhyggjur af því að núna flestir þegar hugsa au pair og hugsa kannski þýsk ungmenni eða fólk frá Evrópu. Núna hefur orðið gríðarlega aukning í filippseyrskum au pair, yfirleitt stúlkum en einhverju drengjum hingað til Íslands og reyndar þetta bara minnstur á öllum Norðurlöndunum. Og við höfum séð svona mjög, það er í rauninni bara fyrir opnum dyrum, ef maður á Facebook að þá hvernig talað þessi au pair og hvað þær að vinna mikið og svo framvegis að þá alveg greinilegt að það einhver misneyting í sumum tilvikum og að minnsta kosti verið að fara mjög svona yfir reglurnar og mörkin.
verið að deila með sér einni au pair á 2 heimili og alls konar svona ljót dæmi sem maður hefur séð. Og svona mál hafa líka komið upp í Norðurlöndunum og orðið opinber. Það hefur ekki kannski komist í miklu opinbera umfjöllun hér á landi, en það hefur gerst í Norðurlöndunum varðandi filippseyskar au pair og þar til dæmis fór Noregur þá leið að banna bara þessi dvalarleyfi því að þau bara horfðust í augu við það að þetta væri bara það væri of erfitt að gæta hagsmuna þessara ungmenna inn á heimilum. Þannig að það ekki lengur hægt að fá sér au pair utan EES, enda sjáum við með filippseyskar au pair að það eru svolítið svona önnur lögmál. Þær eru að koma til þess að vinna sér inn pening og senda heim. Og au pair eru þetta ekki hugsað til þess. Þetta hugsað sem til menningaskipta og þarna sjáum við bara greinilega að vera að misnota í rauninni þetta kerfi. Og svo þetta ræstingar sem við höfum líka töluverðar áhyggjur af og sérstaklega kannski svona í svarta hagkerfinu, þið vitið. Nú, ég ætla að fara aðeins inn í þetta walk on foam mál af því að ég vann nú mikið í því og við í vinnustöðaeftirliti ASÍ og líka því að þetta var bara svona mjög opinbert mál sem búið að fjalla í fjölmiðlum á miklu leyti þannig að maður getur kannski tala frjálslegra það og þetta líka bara risastórt mál og eins og lögreglan hefur sagt stærsta mansalsrannsókn á Íslandi og jafnvel á Norðurlöndunum heyrði ég einhvers staðar. En mér langar að segja ykkur aðeins hvernig þetta byrjaði hvað okkur varðar. Við byrjuðum að fá nafnlausar ábendingar 23, sem sagt fyrir 3 ára síðan, innan úr fyrirtækinu, frá einhverjum sem vann inn í fyrirtækinu, virtist allavega að vera. Og þar stóð þetta, bjargiði fólkinu sem að vinna á Vietnam restaurant og svo nefnir viðkomandi fyrirtæki. Við leggjum hart á okkur, við greiðum skatta en það komið fram við okkur eins og við séum ekki manneskjur. Þannig að við og Matvís og reynda mun fleiri aðilar fengum þessa tilkynningu og fengum svo fleiri tilkynningar í kjölfarið, allar nafnlausar. Nú við fórum bara skipulögðum strax sameiginlega eftirlitsheimsókn með vinnueftirlitinu og fórum hana á nokkra staði. Walk-on var líka nefnt þarna strax og við sáum líka bara svona tengt eignarhald. Og þá fengum við svona staðfest eitthvað því sem stóð í þessum skilaboðum sem var mjög langa vinnudaga, lítil laun og fólk verið að borga tilbaka mánaðarlega launinu sínum og fengum eitthvað því staðfest en ekki allt. Nú svo kom bara mjög fljótlega önnur ábending þar sem að sagði að eftir eftirlitið okkar og vinnueftirlitsins þá hefði allt starfsfólki verið kallað á fund hjá eigandanum og þeim gefnir falskir launaseðlar og sagt hvað þau ættu að segja. Og það stemdi því að svo fórum við alveg allt gegnum árið 2023 þá fórum við á þessa staði af og til svona 2-3 á summa og til að tala við starfsfólki og við vissum að þau voru ekki að segja okkur satt en þau sögðu alltaf það sama. Við vinnum 15 dagir í mánuði, þetta eru launin og það var mjög augljóslega. En við þetta gátum lítið annað gert en bara að tala við þau og svona reyna að og við notuðum bara túlkun í síma og símatúlkun og reyndum svona byggja upp eitthvað traust frá þessu fólki. Þau voru stundum hrædd sámaður og og svona gekk þetta sem árið 23 og svo í upphafi 24 fer lögreglan í þessa umfangsmiklu rannsókn sem að við vorum með í en lögreglan þetta skipulagði og leiddi. Og þetta var mjög svona mikið fjallað þetta opinberum vettvangi og mjög vel heppnuð lögreglurannsókn myndi ég segja vegna þess að allt starfsfólki kom með okkur og fór á þessa miðstöð sem hafði verið útbúin og gaf allavega svona fyrstu skýrslu sem við áttum ekkert endilega von á. Það ekkert sjálfsagt að fólk sé tilbúið bara að koma með þér og segja sannleikann. Nú þarna samt var þetta eiginlega bara að byrja fyrir okkur því að svo hófust svona fundir með þolendunum og að gæta þeirra hagsmuna og þá lærðum við til dæmis að dvalarleyfið sem að Ísland með fyrir þolendur mansals eða hugsanlega þolendur það var bara mjög veikt og dugði mjög illa. Það var allir sammála í rauninu hver sem að koma málinu það að það gagnaðist ekki. Og kannski eðli málsins samkvæmt þetta ég held að ákvæðið hafi hugsanlega verið hugsað fyrir fólk sem að ætlaði sér ekkert að dvelja hérna. Þetta einmitt kannski eins og máli sem að kom upp sem eini dómurinn stendur, það sem einhver í flugvél og segir frá eða eitthvað svoleiðis. Þannig að leyfið gat ekki í rauninni tryggt þeim áframhaldandi dvöl á Íslandi. Þannig að við tók bara mjög mikið svona hagsmunabarátta og samtöl við ráðherra og stofnanir
Og svona, en það var gríðarlegu meðbyr, fann maður, af því að allir vildu að þetta færi einhvern veginn vel og allir meðvitaður að þolendurnir væru þarna, ættlaðir þolendur, væru þetta lykilaðilar í þessu máli. Og þarna mynd af einni konunni sem starfaði á þessum stöðum og hún kom fram í kveik og sýndi ægilegt hugrekki, finnst mér, og þetta var á svona mjög krítiskum punkti þegar að leyfin þeirra voru að renna út. Og svo í kjölfarið bara 2 dögum seinna þá gaf dómsmálaráðherra út yfirlýsingu að þau myndu fá betra leyfi. Þannig að hvað það varðar þá finnst mér ákveðin svona sigur unnin, en svo eru þetta bara rannsókn stendur yfir og við eigum eftir að sjá ákæru og svo framvegis. Þannig að við eigum eftir að sjá hvernig þetta fer þetta bara fyrir í kerfinu. Og ég auðvitað að tek það fram að það sem ég að segja varðandi aðstæður þeirra og svo framvegis eru auðvitað bara ég byggið á því sem þau hafa sagt mér og mjög mörg. Ég hef enga ástæðu til að efast það. En þetta líka svona vakti bara, svona olli ákveðinu svona samfélagslegri umræðu líka og til dæmis Krónan sem hafði verið í sambandi við Wacom sagði upp samningum og leitaði í kjölfarið til okkar til að svona leitast eftir aðstoð við einhverjum ferlum til þess að tryggja að þetta kemur ekki fyrir aftur og svo framvegis. Þannig að það auðvitað bara ánægjulegt og ef ég tek saman svona hvaða kannski árangur hefur náðst síðan að þetta opinbera mál komið upp að þolendur hafa frekar þorað að leita til okkar og við höfum séð það mjög margir í svipuðum aðstæðum, ekki nákvæmlega eins, en svipuðum aðstæðum hafa leitað til okkar eftir þetta af því að þau náttúrulega, það fréttist hratt að það sé hægt að fá einhver aðstoð og hugsanlegt dvalarleyfi. Ég myndi segja líka aukin áhugi lögreglu á þessu. Verkalýðshreyfingin hafði náttúrulega kvartað sárum yfir lengi, yfir kannski litlum áhuga eða svona fókus hjá lögreglunni á svona mál, en ég held að þetta hafi batnað þó að alltaf megi gera betur og ég hugsa að lögreglan myndi segja það sjálfa að það vantar meiri mannskap í þessar rannsóknir og svo framvegis. Fjölmiðlaumfjöllunin gerði líka sitt, fólk fór held ég meira allavega tímabundið, svo alltaf spurning hvað það svona endist lengi, en allavega tímabundið var fólk mikið að hafa samband með ábendingar, grun, velta fyrir sér hvaða merkið þetta fylgjast með og svo framvegis. Þannig að allt þetta skiptir auðvitað máli. Og svo eru ýmsar lagabreytingar svona í farvatninu, sérstaklega hvað varðar dvalar á atvinnuleyfi. Við erum með mjög svona röskan dómsmálaráðherra núna, þannig að hún er alveg að framleiða frumvörpin á fullu. En þau svona miða að mörgu leyti að loka einhverjum glufum í kerfinu, atvinnuleyfakerfinu, dvalarleyfakerfinu. Það sem að ég fagna kannski mest eru að ég veit að það eru fyrirætlanir að styrkja þetta dvalarleyfi fyrir þolendur en líka kynna nýtt dvalarleyfi fyrir þolendur vinnumarkaðsbrota sem uppfylla ekki mansal. Og þetta er eitthvað sem við höfum talað mikið og fyrirmyndin er í Finnlandi þar sem að þetta leyfi hefur verið til í nokkur ár. Þannig að ég er auðvitað bara gríðarlega ánægð með það af því að það er svo mikilvægt að þolendur hafa einhverja útgönguleið að þau sem eru kannski búin að greiða háar fjárhæðir til þess að koma með börnin sín hingað og til þess að vinna og eru kannski tilbúin að vinna mjög mikið í einhvern tíma til þess að geta svo haft það betra eftir það. En að það sé einhver útgönguleið fyrir fólk. En svo eru töluvert margar aðra breytingar og eitthvað af þeim er örugglega mikilvægt eins og getan til að kanna áreiðanleika gagna og svo framvegis. Hún var ekki nógu góð, virðist vera. En það sem að ég hef verið, það sem að mér hefur kannski fundist vanta eru aðgerðir sem að varða bara meira aðhald með atvinnurekendum. Það er að segja að það sé hægt að atvinnurekendur fái til dæmis ekki afgreitt atvinnuleyfi nema þeir uppfylli töluverð skilyrði og það sé auðvelt að útiloka það og það er það nefnilega alls ekki. Ég er bara með mjög nýlegt dæmi þar sem að ég eiginlega trúði ekki að Vinnumálastofnun sá sér ekki fært að synja leyfi þrátt fyrir að hann hefði gerst mjög brotlegur gagnvart starfsfólki áður. Þannig að það er svolítið það sem að mér finnst við þurfum að færa fókusinn. Við getum ekki bara reynt að loka öllu aðgengi að landinu því að við þurfum líka starfsfólk og atvinnulífið og samfélagið þarf á alls konar starfsfólki að halda og við erum í samkeppni við önnur lönd starfsfólk. Þannig að mér finnst vanta í rauninni aðgerðirnar sem að setja kröfur á atvinnurekendur og á okkur kannski sem samfélag, ekki bara að passa við fá menga frá fátækari löndum af því að þeir gætu lent í misneytingu. Þannig að þetta er svona
þar sem við erum svona þessa brasi í þessa dagana og erum að greina frá í okkar umsögnum og svo framvegis. Þetta síðasta glæran, bara svona aðeins í lokin. Þá langaði mig aðeins að nefna svona þessa samfélagslegu ábyrgð og þessi lína efsta, þetta tilvitnun í Henry Alexander siðfræðing sem var með ægilega fínt erindi á ráðstefnu sem við héldum sameiginlega með SA vinnumansal og þar var hann að velta þessu fyrir sér og segir markmið siðfræðarinnar að eiga við kæruleysi eða hugsunarleysi í samfélaginu. Og svo getum við alltaf velt fyrir okkur hver á ábyrgð einstaklinga að vera sem neytenda, hver ábyrgð fyrirtækja og ábyrgð samfélagsins. Ég held að þetta sé alltaf einhver samvinna af öllu. En þó aldrei hægt að setja alla ábyrgðina á okkur sem neytendur. Það held ég að sé ekki raunhæft. Hann sagði líka í þessu erindi, og við verum öll sammála að vinnumannsins sé slæmt, en hvað með þessu ljósgráu svæði, þið vitið, hvað með au pair, hvað með volt, þið vitið, sem ekki hægt að flokka sem mansal þó þessu vissulega dæmi það, allavega í Evrópu. En að þar er verið að misnota einhverja glufur í vinnumarkaðskerfinu alveg klárlega til að borga sendlunum alveg gríðarlega lág laun og okkar sérfræðingur hjá ASÍ hefur reiknað þetta út og hún reiknaði út að þeir vera að fá 55% eftir að búið að taka öll gjöld og kostnað við að reka bíl og svo framvegis að það veri 55% af lágmarks dagvinnu kaupum. Svo eru þeir náttúrulega að vinna oft eftir dagvinnutíma og svo framvegis. Þannig að þetta held ég að við þurfum að ræða líka þegar við erum að ræða mansal og misneytingu og oft þessi réttlæting dálítið svona tilhneiging til þess að réttlæta að fólk kannski hefði það verra einhvers staðar annars staðar, þið vitið. Það væri með ennþá lægri laun í heimalandinu og þess vegna í lagi að þau fái undir kjarasamningum hér. En þetta auðvitað ekki siðferðislega rétt, en svo þetta líka bara mjög slæmt fyrir okkur sem samfélag og þetta grefur undan öllum þeim réttindum sem við höfum og við skulum ekkert halda að þetta komi okkur ekki við, jafnvel okkur sem erum yfir lágmarkslaunum, því að þetta kemur okkur öllum við, þessi undirboð. Já, ég held að ég bara ljúki málinu minni hér. Takk. Næst í pontu ætla ég að bjóða Öldu Hrönn Jóhannsdóttir, yfirlögreglufræðing hjá embætti lögreglustjórans. Gjörðu svo vel. Komið sæl, takk fyrir að bjóða mér, gaman að koma og bara takk Saga, ég held að ég og Saga séum nánast sammála einhverju einasta orði, allavega so far og ég vonandi verður hún líka sammála mér. En ég ætla kannski bara aðeins, ég ætla kannski að renna bara svolítið hratt yfir það sem ég er með nokkra glærur og fara kannski bara aðeins yfir svona aðkomu lögreglu, hvað við erum að gera og hvernig og kannski líka einmitt inn á þessa punkta hvað við getum betur gert og hvað við þurfum að gera meira og betur heldur en við höfum verið að gera. Mansal nefnilega svolítið flókið mál vegna þess að það fjölþáttaeðli. Það þessi refsing annars vegar og verndun á mannréttindum hins vegar. Og það sem við þurfum að hafa í huga að þegar að þessi réttindi ná ekki að fara saman, þá rauninni mannréttindin sem gilda hærra heldur en refsingin. Og ég fer aðeins betur yfir þetta á eftir vegna þess að ef til dæmis aðili fenginn eða neyddur til þess að fremja afbrot, þá á það að vera refsilaust ef hann þvingaður í það að gera það í mansali. Þannig að það þetta tvíeðlis eða fjölþáttaeðli sem þetta brot hefur sem að gera þetta aðeins flóknara heldur en mörg önnur mál eða brot sem við erum að fást við í lögreglu.
Nokkra svona grundvallar reglur sem við erum með, það bara þetta human rights based approach, það þessi mannréttindavinkill, multi-agency approach sem þá að við þurfum að vinna þessu saman. Það engin einn eða ein stofnun eða eitthvað sem getur unnið að þessu. Og þetta svona, og að þetta victim center approach, það að segja sá sem hugsanlegur grunaðarþolandi að við sem kerfi, hvort heldur sem refsivörslukerfið eða önnur félagsleg þjónusta eða aðra, þurfum að einbeita okkur að því að þjónusta þennan þolanda og það hann sem á að vera í forgrunni í öllum okkar rannsóknum. Að við séum að passa revictimæsan á, ef ég fæ að sletta á ensku, að láta hann ekki aftur verða fyrir einhvers konar brotum þó að hálfu kerfisins í þessari rannsókn. En það svona þessi grundvallar regla refsileysi sem að til dæmis Greta-nefndin sem að hingað kemur og hefur eftirlit með löggjöf og framkvæmd löggjafar á Íslandi meðal annars í Evrópu bara almennt, að þau hafa sagt að hér vanti tilvísun í það að það sé refsilaust að brjóta af sér ef þú ert neyddur til verknaðarins. Þau hafa sagt að það sé handahófskennt í núverandi kerfi, hver fái máli til afgreiðslu, hver að vinna það og svo framvegis í hvað farveg máli fer og það þykir þeim ekki eðlilega, ekki ásættanlegt. En svona hvað mansal og þetta kannski svona einfaldasta útgáfan af því hvað mansal það þarf að vera fyrir hendi verknaður, það þarf að vera fyrir hendi aðferð, það þarf að vera fyrir hendi hagnýtingarforsenda. Einhver verknaður af þessi útvega, flytja, afhenda, hýsa eða taka við, að lágmarki eitt atriði í hverjum þætti. Það að segja einn verknaður, ein aðferð og ein hagnýting til þess að það sé mansal. Síðan það þessi ólögmæta nauðung, frelsissvipting, hótanir eða ólögmæta blekkingar og þar með aftur fákunnátta eða hagnýta sér þessa viðkvæmu stöðu sem aðilinn í með yfirburðastöðu sinni eða þetta var áður tengt við hótanir, svona þessir refsi ákvæði almennra hegningarlaga en það var afnumið nú nýlega fyrir nokkrum árum síðan og svo það þessi hagnýtingarforsendur eða hagnýtingarþættir og þetta rauða í rauninni þessi breyting sem átti sér stað 2023 þar sem að þeim var til dæmis hagnýtingarþáttum var fjölgað en það sem að kannski mig langaði hér að því nú erum við sérstaklega kannski beina sjónum að vinnumansali að vekja athygli á og það var mál sem gekk nú fyrir bara fáum árum sem var það svona ætla vinnumansal á börnum og þegar við erum með börn undir 18 ára aldri þá þurfum við ekki að sanna aðferðina. Þá nóg að við séum með einn verknaðarþátt og svo hagnýtingarforsendu. Og það munar auðvitað miklu en þegar við erum að tala nauðungarvinnu vegna þess að þýðingin á hugtakinu forced labor nauðungarvinna í íslensku regluverki þá erum við alltaf farin að tala lagalegt hugtak sem heitir nauðung. Og það mjög erfitt í sönnun þegar við erum að tala til dæmis börn sem eru háð fullorðnum einstaklingum. Þannig að í rauninni á þeirri forsendu meðal annars féll þessi dómur í Landsrétti og var sýknað í Landsréttin sakfellt í héraði vegna þess að dómarinn taldi að þau hafi ekki verið neydd til þess. Og þá dómurinn að gera mjög strangar sönnunarkröfur á það að þeim þurfa í rauninni að vera bara hótað eða bara neydd líkamlega til þess að framkvæma þessa vinnu. Þannig að það sem við viljum núna meina og við þurfum að huga að til dæmis þegar við erum að þýða inn í löggjöfina íslensku lög annaðhvort úr Evrópu eða Norðurlöndunum að það þessi minimal þýðingar hugtök og við viljum meina að það ætti frekar að vera þvinguð vinna. Þannig að þvinguð vinna í rauninni ekki lagalegt hugtök í almennum hegningarlögum og þar af leiðandi með svona lægri þröskuld á þann þátt málsins. Bara örstutt, þetta snýst Europol sífellt að vekja meiri áherslu og leggja meiri áherslu á mansal og einmitt vegna þessa fjölþáttaeðli sem þetta slíkt mannréttindabrot. Eftirspurnin eins og Saga kom vel inn á, það þýðir ekki það að við höfum, það gríðarleg eftirspurn eftir vinnuafli og einmitt að þegar þú nefndir Volt að þá
dylst það held ég engum að þetta ægilega þægilegt fyrir alla sem sitja heima í sófanum að kalla eftir volt og mat, en við þurfum alltaf, við líka sem neytendur og bara allt samfélagi, þegar við erum að kalla eftir þjónustu, eftir hvað erum við að biðja um. Og við auðvitað erum þá ekki að biðja um að fá að greiða matinn okkar miklu hærra, við viljum bara fá þjónustuna. Þannig að ábyrgðin líka okkar. Og það það sama bara þegar að stjórnvöld ákveðu að fara að bjóða út hreinlæti eða að þrífa vinnustaði. Hvaða fólk að þrífa vinnustaðina? Stóru vinnustaðina. Hvaða fólk að þrífa stórmarkaðina? Það örugglega fólki sem skráð í vinnu hjá fyrirtækjunum? Skiljið? Þannig að hvernig skráningu háttað, hvernig tölum við saman og hvað að gerast í samfélaginu? Við erum með mikið af ferðamönnum, okkur finnst það gott, þá fáum við mikið af fjármunum inn í kerfið og hagkerfið virkar vel. Fólk í leita betra lífi og það verður þannig. Laun og velferð, hún mikil hér á norðurhveli jarðar og verður enn meiri með bara þessum hlýnun jarðar til dæmis. Samfélag og innviðir, við erum alltaf að kalla á meiri þjónustu og við erum svona hagnaðardrifið samfélag í eðli okkar. Bara þetta lagaákvæði sem við erum líka að vinna með sem lög atvinnuréttindi útlendinga. Þar sjáum við bæði tækifæri til að nýta lögin og laga rammann betur en við gerum og skoða og hafa þá sérstaka þekkingu á því. En við erum náttúrulega bara að sjá þetta að launin ekkert að rata til vinnuaflsins nema að litlu leyti jafnvel. Koma og för frá og í vinnu jafnvel þvinguð eða á vegum atvinnurekanda. Vinnutími, hvíldartími ekki virtur, atvinnuskilyrði og svo framvegis. Aðalatriðið samt þetta, ef þetta á alltaf að vera nauðungar vinna, þá þurfum við alltaf að sanna þetta lagalega hugtak nauðungar, eða nauðungina. Og það heldur við. Það aftur, íslensk kennitala gríðarlega mikilsvirði. Og hún bara aðkemur til landsins, við skoðum á landamæri kemur í ljós að aðilinn á íslenska kennitölu. Kennitala aðilans hefur greitt staðgreiðslu hér á landi í heilt ár, en aðilinn hefur ekki dvalið á landinu í 2 ár. Hvernig má það vera? Hver að vinna á kennitölunni? Vitum við örugglega að kennitalan passi við þann starfsmann sem að vinna hana? Vegna þess að þegar að fólk fer í dag og sækir vinnu, þá fólk bara að skila inn umsókn og það bara með mynd og það ekki, atvinnurekandi ekki að kanna mjög gjarnan bara að fá vegabréf til að bera saman. Hann ekki, og honum finnst það ekki vera á sína ábyrgð. Skiljið, þannig að aðilinn örugglega sá sem hann segist vera. Þetta bara örstutt svona úr þessum dómi sem að ég var að nefna áðan. Þarna var að ræða börn og þau voru öll undir 18 ára aldri þegar að þetta ætlaða brot á að hafa verið framið sem var sýknað af í Landsrétti. Áskoranir náttúrulega bara svona lögleg kerfi notuð. Það að segja að það sé þá ekki smellur, það ekki verið, við sjáum það ekki í kerfinu að það sé einhver rauðmerking eða flöggun á okkur. Það almennu þekkingaskortur og það sem fögnum við öllum svona málþingum gríðarlega vel. Túlkar, það oft erfitt að fá túlka. Það fáir og þetta oft lítil samfélag vegna þess að sérstaklega í vinnumansali og það ekki bara bundið við Ísland, það bundið við Norðurlöndin og Evrópu og held ég bara alls staðar. Það oft, ef þetta eru útlendingar, þetta eru líka Íslendingar og þetta þarf ekki að eiga sér staði við landamæri svo það sé tekið fram, að þá þetta oft samlandar. Vegna þess að við þekkjum menningu okkar fólks og getum sagt þeim hvernig kerfin hjá okkur virka. Og samfélögin eru gjarnan lítil, sérstaklega á Íslandi. Þolendur líta ekkert endilega á sig sem þolendur og það mikil skömm sem því fylgir að líta á sig sem slík. Tekur tíma að ávinna traust og við höfum oft rosalega lítinn tíma og okkur líkur rosalega á að taka ákvarðanir, koma allir í ferli og við þurfum að gera það hratt. Skortur á auðkenningu, mörg kerfi og mikla glufur, kerfin tala ekki saman, þetta stundum flækjustig. Það skortur á húsnæðisúrræðum og ég veit að þau lentu mikið í því í þessu máli sem að hún fór yfir áðan, að við höfum ekki athvarf fyrir þolendur mansals. Við höfum athvarf fyrir konur en það bara konur ef þær uppfylla ákveðin skilyrði og fápláss en ekki fyrir karlmenni eða fólki í annarri stöðu eða öðrum kynjum.
Og síðan þetta náttúrulega, við þurfum að vekja athygli á ábyrgð vinnuveitenda. Hvað eiga þau að gera? Þau eiga staðfesta það að viðkomandi sá sem hann Og svo þurfum við að búa til kerfi sem tekur að því að mansalsmál kom upp yfirleitt klukkan 4 á föstudegi og þá þýðir ekki, við tökum á þessa mánudegi. Hringdu í mig á mánudagsmorgun eða hringdu á skrifstofuna, það lokar allt á hádegi á föstudum. Þannig að kerfi þarf að vera vinnandi vegna þess að þeir sem eru að iðka þetta, þeir vita nákvæmlega hvenær kerfin hjá okkur lokar og þeir stíla inn á þeir loki. Og einmitt þegar allir í sumarfríi þá mest að gera, af því þau vita það. Þetta bara eftirfylgni, markvisst eftirfylgni, þekking, auka ábyrgð vinnuveitenda og að vinna saman, deila upplýsingu og fara saman í verkefnin. Og svo snýst þetta bara þetta, við þurfum bara að púsla vegna þess að við öll, ef við leggjum kraft okkar saman þá erum við sterk, en ef við ætlum öll að vinna í sínhverju horninu þá erum við alltaf bara að vinna að takmarkari lausn. Takk fyrir mig. Svo næstur Árni Kristjánsson. Árni, þú mátt koma upp í pontið. Svo spurning fyrir umræðunar hvort við splæsum í 5. sætið. Já, hvernig þessu? Hæ og komið sæl. Og þakka ykkur bara kærlega fyrir Heiðrún og Kristjana fyrir að taka halda svona vel utan þetta málþing. Þetta bara glæsilegur viðburður finnst mér. Sérstaklega líka bara aldursdreifingin í salnum. Þetta eitthvað sem maður sér ekki endilega á málþingi vinnumansal. Og bara takk kærlega líka Saga og Alda fyrir mjög fræðandi og pínu niðurdrepandi erindi. En mitt erindi kemur svolítið á ská inn í þessa umræðu þar sem hún hvorki beinlínis mansal né mannréttindabrot sem að gerast á Íslandi. Það sem ég að fjalla tvær skýrslur stöðu verkafólks í fataiðnaði í Suður-Asíu og með svona frekar árnalegum hætti fyrir þá sem kannast við mælanda, að þá mun ég líka tala smásögu frá 1973. Við sjáum bara hvernig þetta fer og hvernig þetta tengist allt saman, en mig langar að hefja erindið á 3 spurningum. Það 1, hvort það kom ykkur sérstaklega á óvart að það sé verið að brjóta á réttindum verkafólks í fataiðnaði í Suður-Asíu. 2, ef við vitum hvernig þetta viljum við hafa þetta svona? Og 3, ef ekki, hvers vegna gerum við ekkert í því? Þetta ekki ásökun, ég ekki beðið ykkur að svara strax. Þetta kemur allt bara örugglega í fyrirlesturinn mögulega. En ég vil ekki bara halda af stað. Þannig að Amnesty International gaf nýlega út 2 skýrslur sem fjalla sama vandamál en nálgast það með ólíkum hætti. Í annarri þeirra talað við stéttarfélagsfulltrúa og verkafólk í Suður-Asíu og nánar tiltekið í Bangladesh, Indlandi, Pakistan og Sri Lanka. Í hinn verið að leitast eftir upplýsingum frá tískufyrirtækjum og það var að tala við 21 fyrirtæki sem fengu senda spurningalista sem snerist ábyrgð þeirra hvað varðar framleiðsluhætti og starfsskilyrði verkafólks. Og þessar skýrslur síðan unnar saman, þessar 2, og svona 2 ólíkar hliðir á sama peningum. Og það bara mjög áhugavert þessa rannsókn í heild sinni. Ég virkilega mæli með að þið bara lesa spjaldin á milli ef þið hafið mikið af
lausum tíma. Af því Amnesty vann sem sagt úr 88 viðtölum við stéttarfélagsfulltrúa og verkafólk, en ná líka bara svona einhvern veginn að kjarna rannsóknir sem hafa verið gerðar á síðustu 30 árum á þessu svæði. Með ofboðslega mikið af heimildum. En svo takaði líka tíma í bara einfalda hugtök, svona útskýra hugtök og líka bara útskýra af hverju er gagnlegt að vera með stéttarfélag. Þannig að þetta er alveg svona mjög fræðandi lestur þannig. Lagalegu úrbætunar sem eru lagðar til, þær eru svona sértækar fyrir hvert landsvæði og snúa að rétti verkafólks til að stofna stéttarfélag, launavernd, húsnæði, öruggu húsnæði og vernd gegn kynbundnu ofbeldi. Og þannig að bara í stuttu máli þá er þetta mjög ítarleg skýrsla og ég næ ekki að útskýra allt. Þetta er samt lykilpunktur sem ég langar að deila með ykkur og gott að hafa í huga áður en ég fer nánar út í mannréttindabrotin sjálf gegn þessum milljónum verkafólks. Að við erum ekki að tala aðgerðalaus fórnarlömb og eins og David Hackfield nefnir þetta, heldur fólk sem myndi vilja breyta aðstæðunum en getur það ekki. Og ástæðan fyrir því er að þau eru föst inn í afleiðingu af kerfisbundinni kúgun, sem í raun rýma mjög mikið við það sem þið voru að tala þar sem þetta er einhvern veginn hluti af svona mylluhjóli sem enginn einhvern veginn virðist beinlínis bera ábyrgð á en margir græða á. Þannig að stóri vandinn, til að gefa ykkur yfirsýn yfir bara stéttarfélagsskýrsluna, þá er stóri vandinn þessi að það hefur myndast svona siðlaust bandalag milli tískufyrirtækja, verksmiðjueigenda og stjórnvalda í Bangladesh, Pakistan, Indlandi og Sri Lanka. Þetta bandalag hófst upphaflega snemma á 9. áratugnum, svona early 80s, og hefur vaxið gífurlega á síðustu árum. Þetta er svona alltaf svarið þeirra ef að auka hagvöxt í landinu þá bætum við í þennan iðnað. Og þetta skýtur stoðum undir þennan fataiðnað sem er síðan þekktur fyrir kerfisbundin brot á mannréttindum. Það er bara bókstaflega hluti af business modelinu. Hugtækið þar, takk skýrsla fyrir útskýra, kallast triple squeeze og er þá verið að vísa í að þessi hröð framleiðsla, ódýrt vinnuafl og skammtíma samningar. Á Íslandi er þetta raun bara, maður getur þýtt þetta yfir í vertíðar, að það þarf að gera allt með þessum framleiðslahætti en svo er það, núna viljum við bara leður og svo viljum við bara, bómull. Og þannig að þetta gerir, á endanum er þetta alltaf bara meira álag og meira erfið fyrir starfsfólki í verksmiðjunni til þess að mæta þörfum kúnnans. Verkafólk í fataiðnaði í Suður-Asíu sem eru einkum konur er kerfisbundið svipt réttindum með óformlegum og ótryggum ráðningarsamningum, lágum launum og óöruggum starfsaðstæðum. Mér langar eiginlega að staldra við kynjavinkilinn af því að mér persónulega finnast þær niðurstöður kannski mest sláandi. Þannig að kynbundið misrétti í fataiðnaði einskorðast ekki við bara þessi 4 lönd. Þannig að þetta er bara fataiðnaður sem slíkur er alveg brútal. Hins vegar 75% af vinnuaflinu sem vinnur í fataiðnaði er í Asíu. Og á heimsvísu þá er 60-80% vinnuafls í fataiðnaði eru konur. Þessar konur, langflestar, eru þá að flytja milli héraða. Þá eru þær oft í strjálbýli eða út á landsbyggð, flytja yfir í svona free trade zone svæði þar sem eru fjöldi verksmiðja og fá þá oft vinnu, jafnvel húsnæði, alltaf á forsendum verksmiðjunar. Þannig að verða til þetta verður þetta gráa svæði sem er örugglega bara misneyting og kannski bara ekkert sérstaklega grátt svæði. En kannski dansar á línunni við vinnu mansal, ég veit það ekki. Í skýrslu sem er vísað í, þannig í rannsókninni, frá 2002, sem vann úr viðtölum við 91 verkakonu í 31 verksmiðju, kom fram að hver einasta kona hafði þolað eða orðið vitni af kynbundnu ofbeldi af kynbundnu ofbeldi af hálfu karlkyns yfirmanns eða verkstjóra. Aðallega í þeim tilgangi að þær næðu markmiðum sínum. Mér persónulega finnst mér þetta mikilvægt af því að þarna eru forsendur verksmiðjunar í rauninni að framkalla síðan,
þetta athæfi. Í annarri skýrslu voru tekin viðtöl við 200 verkakonur í Bangladesh þar sem 81% höfðu annarkvort þolað eða orðið vitni að kynbundnu áreiti eða ofbeldi. Tölur í 2 rannsóknum frá Indlandi voru töluvert lægri en þrátt fyrir það sýndi önnur þeirra sem staði í Dalit héraðinu þar sem tala við 148 konur að 7% þeirra höfðu þolað ofbeldi og 14% hefði verið nauðgað eða beitt kynferðislegri eða kynferðislega áreittar og í 90% tilfella af yfirmönnum sínum. Það er líka mikilvægt að taka fram að stór hluti, já ég var að segja þetta rétt áðan, ég ætla að taka þetta fram samt sérstaklega að sko þið sjáu kannski tölunum niður í horninu með Pakistan að þar er sem sagt hlutfallið miklu lægra, þar eru 28% kvenna eru í fataiðinni, eru af verkafólki í fataiðinni eru konur. Ég veit ekki hvort það tengist síðan því að launamunur í Pakistan er 41% milli kynjanna og það sé bara svona arðvænlegt fyrir karlmenn að vinna þar. En það er kannski gott að nefna að hlutfall kvenna er að aukast ár frá ári í Pakistan og þar er talin inn ekki bara ready-made garments, ekki bara það að sauma flíkur, heldur líka vefnaður að spinna og þannig að þetta er kannski svolítið öðruvísi iðnaður. Ég er ekki bara með alveg tölurnar mengi á hreinu. En þessi ónefnda starfskona nefnir þetta frekar skýrt. Það er bæði munnleg og líkamleg áreitni í gangi og til dæmis mikið óviðeigandi snertingu. Það vita allir af þessu, jafnvel yfirmaðurinn og allir. Þetta gerist í öllum verksmiðjum síendurtekið. En að þessu sögðu þá er lausnin ekki langt undan og bara til þess að vitna í Gayani Gomes sem vinnur Women's Center í Sri Lanka. Sem ungur mannréttindafrömuður veit ég að þegar verkakonur verja réttindi sín mæta þær kerfisbundnum öflum sem reyna að einangra þær og þagga niður í þeim. Sönn valdefling þýðir að byggja upp óbrjótandi netsamstöðu sem stendur af sér allt mótlæti. Aðeins með óhagganlegri einingu, óbilandi málsvörn og sameiginlegum styrk getum við knúið áfram þær framfarir sem þarf til að tryggja jafnrétti og reisn fyrir allar konur á vinnustað. Og því það er kannski þetta sem þú varst að lýsa, leið og það er sýnileg reynsla, jákvæð reynsla að þau leita til stéttarfélags eða leita aðstöðar, þá hefur það áhrif sem er alveg áhugavert. Þannig að niðurstaða skýrslunnar er að lykillinn að því að uppræta kerfisbundna kúgun verkafólks í Suður-Asíu sé að vernda réttir til að stofna stéttarfélag, sem er auðveldara en að segja það. Og svo hefur verið framhaldsumræða frá Amnesty sem mér finnst áhugaverð að gefa stéttarfélögum í Suður-Asíu umboð til að skipta við stórfyrirtæki frekar en að verksmiðjueigandinn sé samningsaðilinn. Og það gefur þá stéttarfélaginu sem er þá hagsmuna fyrir verkafólkið miklu sterkari stöðu við samningsborðið. Í öllum löndunum 4 sagði verkafólk í fataiðnaði að óttinn við viðbrögð atvinnurekanda kæmi í veg fyrir að það gengi í stéttarfélag. Fyrirsjáanlegt þannig séð. Allir þeir stéttarfélagsfulltrúar sem Amnesty International ræddi við lýstu andrúmslofti ótta þar sem eftirlitsfólk og verksmiðjustjórar áreittu, ráku, hótuðu starfsfólki reglulega fyrir að vera í eða stoppsetja stéttarfélag. Og þetta er skýrt brot á rétti þeirra til félagafrelsis. Myndin hér upp á skjá lýsir, sýnir einnig stéttarfélagsfulltrúa sem heitir Shahidul Islam sem var myrtur fyrir utan verksmiðju þar sem hann vann. Og 14 einstaklingar sem voru tengdir verksmiðjunni, þar með talin einn yfirmaður, voru kærðir til lögreglu vegna athæfisins. Þannig að það er kannski alvarlegasta dæmið sem er nefnt í þessari skýrslu af beinu ofbeldi. En allt hitt er líka til staðar öllum hinum myndunum. Þessi glæra er meira til að sýna hvað ég er duglegur heldur en nokkuð tímann að fara vel í hana.
en hún sýnir líka að þessi svona umfangið, að þetta er sem sagt yfir 20 milljón mann sem eru að vinna í fataiðnaði á þessu svæði. Þetta er oft stór hluti af vergri landsframleiðslu og þess vegna mjög mikilvægur iðnaður sem má ekki hagga, en í skilningi ákveðinna valdhafa. Og já, og þetta er iðnaður sem byggir, sem veltir billjónum dollara, einfaldlega. Þannig þetta er svona risabrikki. Svo er útvistun ábyrgðar sem fylgir í því að abandoned by fashion, sem þessi hin skýrsla. Og bara svo ég sé alveg heiðarlegur, þá langaði mig rosa mikið að þessi skýrsla leyfði mér að vera mjög reiður við stórfyrirtæki og gróðapunga. Það var svona, ég var vonast til þess að maður fengi bara svona eld á Molotov-kokteilinn einhvern veginn. En því miður þá, fyrir mig persónulega, að þá lýsir þessi skýrsla kannski ekki augljósu óréttlæti, heldur duldu kerfisbundnu óréttlæti og lagaflækjum og svona völundarhúsi af útvistunum. Þetta er algjört svona don't hate a player, hate a game dæmi. Þannig að Amnesty sendi 21 fyrirtæki spurningalista starfsramma, eftirlit og beinar aðgerðir fyrirtækjanna til að vernda fundafrelsi, kynjajöfnuð og réttláta viðskiptahætti niður alla aðfangakeðjuna. Og þau fyrirtæki sem gáfu fullnægjandi svör af þessum 21 voru ASOS, Fast Retailing, Inditex, Otto Group og Primark. Ég þekki ekki helminginn á þessum fyrirtækjum ef ég verið að hreinskilja. Skýrsluhöfundar reyndu svo hvað þau gátu að púsla upp mynd hjá hinum fyrirtækjunum með þeim svörum sem þau fengu, opinberum stefnum, og svo er byggt á öðrum skýrslum frá Sameinuðu þjóðunum og Alþjóðavinnumálastofnun. Það sem mér finnst áhugavert er að þau fyrirtæki sem voru valin áttu það sameiginlegt að vera með opinbera verklagsreglur og mannréttindastefnur. Þannig að þau eru að velja góðu gæjana, eða svona þannig, til þess að sjá bara, er eitthvað af því sem þau eru að segja, er það að fylgja því eftir. Og kannski svolítið góð strategía út af fyrir sig. Amnesty komst hins vegar að því að fyrirtækin voru ekki markvisst að innleiða þessar stefnur á vettvangi hjá verksmiðjum eða byrgjum. Fyrirtækin fylgjast með starfsskilyrðum í gegnum úttektir, audit, og þau skilyrði sem verksmiðjur þurfa að mæta snúist í raun mest að starfshættir séu öruggir, þannig að varan skilir sér. Ekki endilega að það sé verið að bæta hag starfsfólks eða verið að koma í veg fyrir arðrán eða misneytingu eða annars svoleiðis. Þannig í bili er stóra vandamálið ógegnsæi. Á meðan 19 fyrirtæki gátu veitt og vildu veita nákvæmar upplýsingar efsta lagið af aðfangakeðjunni, þá vissu þau lítið, eða þá var lítið og ómarkvisst eftirlit með því hvað gerist neðar. Hérna sjáum við mynd af þessu flækjustíi, ef við með þessu lög sem ég tala efsta lagið og annað og þriðja lagið, að þess að verksmiðjurnar kannski sauma fötin og þar eru svona hagaðilar, verksmiðju eigendur og byrgjar og sölumenn, en svo eru líka starfsfólk, fólk sem er ráðið og vinnur að heiman, undirverktakar, þannig að þetta er alveg svona rosalegt net og mjög erfitt að fylgja sér eftir. Meira sér dæmum lýst í skýrslunni þar sem náði að semja að fyrirtæki væri með harðari skilyrði, þá var 2000 verkamönnum sagt upp og bara undirverktakar ráðnir í staðinn. Þannig að þeir 4000 sem unnu þá við betri skilyrði, fengu betri skilyrði, þá var miklu fleiri, miklu svona myrkari leiðir til þess að fylgja restin eftir, til þess að halda verðinu lágu og halda áfram þessu triple squeeze fyrirkomulagi. Mér finnst þessi loka tilvísun bara svolítið góð og tengist svona aðal ráðleggingu Amnesty hvað varðar okkur í rauninni. Amnesty vill að við þrýstum á stórfyrirtæki að opinberlega beita sér fyrir mannréttindum og innleiðingu kerfa sem greina, koma í veg fyrir og bæta vonandi fyrir mannréttindabrot
sem tengjast framleiðsluháttum þeirra. Hér er alls ekki átt við annað svona tikkað í boxið áreiðanleikakönnun heldur raunverulega uppbyggingu. Fyrirtækin eiga líka að leggja sér fram við að birta úttektir, mælanleg mannréttindamarkmið með skýrum upplýsingum um verksmiðjur og birgja. Þetta sé algjörlega greinanlegt ef það er einhver verksmiðja eða einhver birgi sem ekki að standa sig, að fólk geti vita það. Og maður myndi halda að gott fyrirtæki myndi auglýsa sig á þessu. Við erum ekki að skipta við þennan gaur eða reyna að búa til einhvern veginn góða ímynd út úr þessu ef maður svona reynir að hugsa eins og gróðapunganir. En fyrirtækin eiga þá að leggja sig fram við að birta það og gera grein fyrir stéttarfélagi og stöðu verkafólks í aðfangakeðjunni. Tilvitnunin bara fyrir það sem nenni ekki að lesa, að ef kaupendur grípa ekki inn í fljótlega þá mun þessi iðnaður versna vegna þess að fólkið getur ekki lifað af á þessum þetta er reyndar vitlaus þýðing á bara þessum launum einfaldlega. Verkamenn geta ekki lifað af, verkamenn fá ekki mat 2 eða 3 á dag, þá er það bara einfaldlega ekki séns. Ríkisstjórnin er ekki að hjálpa, birgjar eru ekki að hjálpa og ef kaupendur taka ekki ábyrgð, hvernig getur þá iðnaðurinn haldið, eða þá mun iðnaðurinn halda áfram að versna er í raun. Hvernig getur þá iðnaðurinn haldið áfram? Það er áhugaverð formatbreyting hjá PowerPointinu, en bara svona til þess að summera þetta allt upp, þá er þetta í rauninni þessi marglaga vandi sem við vorum að lýsa þarna á litla Íslandinu okkar, en í alþjóðlegu samhengi og ástæðan fyrir því að mér finnst þetta alveg tengjast að tala hvað við getum gert til þess að pressa á fyrirtækin sem eru líka með útibú í okkar landi og svo framvegis, er að við getum alltaf frætt okkar nærumhverfi réttinn til að stofna stéttarfélög og að vernda fólk sem er að stofna stéttarfélög eða í stéttarfélögum, að verða ekki fyrir refsingum út af því frá vinnuveitanda eða verksmiðjueigendum og svo framvegis. Mig langar að enda á að segja ykkur frá mínum uppáhaldshöfundi, Ursula Le Guin, sem hefur svona skrifað fantasíusögu og sérstaklega ungt fólk sem er kannski að reyna að átta sig á heiminum, sem er kannski ekki eins fallegur og þau héldu. Hún skrifaði bók sem heitir Galdramaðurinn og ég mæli með henni fyrir aftasta bekk. En allavega þessi smásaga heitir Þau sem yfirgáfu Ómelas og The Ones Who Left Omelas, Walked Away from Omelas, og fjallar bara frábæran bæ sem heitir Ómelas og það er allt fullkomið þar, það bara gengur allt upp, það er nóg af öllu fyrir alla og öllum líður vel, allir eru hamingjusamir. Og það fyrir mikið tími að lýsa að þetta sé ekki einfaldur bær, hann er ekki einfeldningslegur, þó allir séu hamingjusamir þá eiga þau líka líf, þau eru flókin og samansett og mismunandi og allt það, þau eru bara glöð, það hafa engar áhyggjur af neinu. Og þetta er svona miðaldabær, en getur líka verið með geimskipum, það skiptir ekki máli, þetta er bara ykkar ímynd af hinum fullkomna bæ, þar sem engan skortir neitt og allir eru glaðir. Og svo bætir höfundur við. Og það getur vel verið að þið trúið ekki svoleiðis bær er til, en leyfum mér að bæta við einu sem allir í bænum vita af. Í fallegu húsi í miðjum bænum er kjallari og í kjallaranum er læst hurð. Bak við þá hurð er lítið barn sem lítur út fyrir að vera svona 6 ára, en það er í raun 10 ára. Það er bara svo vannært og illa hirt að það hefur ekki náð að þroskast almennilega. Það gat talað og gat sagt hleypið mér út, ég lofa að vera góður, ég lofa að gera allt fyrir ykkur. En það hefur enginn yrt á það í mörg ár og núna getur það eiginlega bara ekki tjáð þessu lengur. Allir vita af þessu í bænum nema börnin, þeim er haldið frá sem þeir fá að læra þetta þegar þeir eru svona 8 til 10 ára. Og það er yfirleitt þannig að börnin, þeim líður ekkert sérstaklega vel þegar þeir sjá þetta. Þau vilja gera eitthvað fyrir þetta barn sem er inn í kjallarinu, koma með gjafir fyrir það eða gefa því mat eða gera eitthvað gott. En þá er útskýrt fyrir þeim. Þetta er auðvitað í lagi að vera með þessar tilfinningar. En ef við erum góð við barnið, þá missum við hamingjuna. Og þá verður bærinn okkar ekki lengur fullkominn.
af því þá kemur samviskubitinn í bæinn. Og margir sætta sig bara við þetta, hugsa bara já, ok, ég meina ef við ætlum að vera, ef við hugsa hag bæjarins þá bara sleppum við barnið. Og jafnvel byrja að réttlæta það, heimsækja barnið nokkur sinnum í muna bara hvað það er, að það er svo ómálga og ónært að ef það fengi pening þá geta það ekkert gert við það og ef það fengi mat þá kynni það ekkert að fara með það og ég meina hvað ætti annars að gera þá enga foreldra, þú veist, það myndi bara vera einmana út fyrir utan kjallarann, bara hrætt við, þú veist, víðáttuna, það ætti ekki að fara út. Aðrir, þeir aðrir sýna því svona mikla reiði en síðan dofna, en síðan er önnur manngerð sem bæði sem af ungu og fullorðnu fólki sem allt í einu ofbýður og yfirgefur ómelas. Og þannig kemur loka punkturinn sem er svo fallegur frá höfundi, sem er að þau sem yfirgefa ómelas eru staðráðin í því. Og hvert þau fara veit enginn. Og hvernig staðurinn lítur út þangað sem þau eru að fara, það er erfiðara að ímynda sér hann heldur en ómelas. Og þess vegna er þannig mín svona loka orð til ykkur og þess vegna er ég svo ógeðslega stoltur af ykkur, Heiðrún og Kristjana, að ef maður er ungur og ef maður er að sjá heiminn og skilja hann, og maður vill ekki hafa hann svona, þá þarf maður að vera nógu staðráðinn í að fara þangað sem er erfiðara að ímynda sér. Og með því segi ég bara takk fyrir mig. Já. Við erum að byrja bara á okkar spurningum. Ég ætla að byrja á því að spyrja Sögu. Af hverju telur þú að mansal þrífist sérstaklega á íslenskum vinnumarkaði? Já, takk fyrir spurninguna. Það er erfitt að koma eftir þessari dæmisögu og þessum lokaorðum. Þetta var svo flott. Já, það náttúrulega þrífst allan heim, en ef þú ert að spyrja sko, af hverju fær það að viðgangast hér, þú veist það sem að við erum með frekar svona regluvæddan vinnumarkað og skipulagðan, að þá held ég held að þetta sé ekki nýtt, ég held að þetta hafi alltaf verið til, það er að segja misneyting á vinnumarkaði, þetta er ekki eitthvað sem að eins og mætti stundum ráða af umræðinu kemur með útlendingum eða eitthvað svoleiðis, þetta hefur alltaf verið til og við sjáum það í bara sögu Íslands að þegar réttindi launafólks voru lítil að það voru alltaf einhverjir tilbúnir að láta fólk vinna mikið fyrir lítinn pening. Ég held að þetta viðgangist hér eins og allstaðar. Þetta er náttúrulega einhver skortur á skýrum reglum og ramma og að þeim sé fylgt. Eitthvað kannski, einhver værukerð kannski hjá okkur bara sem almenningi og neytendum. Já. Látum þetta nægja. Flott. Og þá ætla ég að fá að spyrja þig, Alda, finnst þér að íslensk löggjöf þurfi að breytast til að koma í veg fyrir mansal? Já, alveg klárlega. Við getum endalaust breytt og bætt. En ég held að það sé líka, svolítið eins og Saga segir, ég held að stundum sé reglufarganið okkar of mikið. Það má bara vera einfaldara. Færri og einfaldara reglur, ekki að búa til reglu sem byggir á reglu sem byggir á reglu og enginn skilur hvernig reglan er í staðans að beita henni. Þú veist, það er eitt og svo held ég líka bara að þetta er aftur, ég meina manneskjan er breysk, þú veist, það er auðvitað, þannig að allsstaðar sem mannfólk er, þar mun alls konar hegðun vera til staðar og svo erum við hagnaðardrifið samfélag, mjög,
og það eitthvað sem við þurfum auðvitað bara að viðurkenna og horfast í augu við og búa þá til einfalt regluverk sem við erum öll tilbúin að fylgja, eins og ég sagði áðan með bara já, reglur eru frábærar en bara fyrir mig hentar að fara aðeins út af þeim núna, þannig að þau gilda fyrir okkur öll, í öllu. Þannig að við svona einfaldari reglur, já, held ég. Einfaldari, skýrar og ákveðnari. Og Árni, það ætla ég að fá að spyrja þig, hvers vegna er Amnesty að leggja áherslu á vinnumansal í fataiðnaðinum núna? Það er bara ágætt spurning. Nei, sko, ég held að Amnesty sé búið alveg fylgjast með náttúrulega réttindum verkafólks lengi, þó að svona okkar helstu áherslumál hafi oft verið bara samviskufangar og einangrunarvistun og gegn pyntingum og svoleiðis. Þetta er svona, þessi félagslegu réttindi er kannski eitthvað sem við erum kannski ekki búin að vera þekktust fyrir. En það er samt alveg eitt af því sem ég tók eftir í þessum skýrslum er að það er svona ákveðin breyting sem gerist eftir COVID, að þá sko það er bæði svona fjárhagsleg dýfa í þessum Suður-Asíu löndum þar sem þeir vilja spýta inn í efnahaginn og þar leiðandi stækkar iðnaðurinn mjög mikið. Og svo held ég að þetta tengist líka því að iðnaðurinn er að stækka út af svona netverslunum og flóknari viðskiptaháttum. Þannig að það er kannski sóknarfæri núna til þess að skoða bara, fyrst þetta er að svona stökkbreytast, hvernig er þetta að koma í veg fyrir þetta. Það er pælinga. Og það ætla ég að fá að spyrja þig, Saga, aftur. Telurðu íslenskan herra? Maður tala þess herra. Virkar mikið en ekki? Ég held að hann sé aðlega fyrir útsendingun eða eitthvað svona. Ok. Þannig að Saga, telur þú almenning á Íslandi almennt upplýstan mansalsvandann? Nei, eflaust ekki nógu mikið og svo þetta virðist vera þannig að þegar að það er einhver almenn umfjöllun eða svona vitundavakning að þá á það til að lifa dálítið skammt. Fólk verður meðvitað í dálítinn tíma og ég held að við séum bara þannig, mannfólkið gjarnan. Þannig að ég held að þetta sé bara svolítið viðvarandi verkefni að vera að halda þessu á lofti, sko. Og Árni, ég ætla að fá að spyrja þig aftur. Hvers vegna er Amnesty að beina athygli á þessi tilteknu lönd? Ég held að það er af því að þau hafa úr svo miklu að móða, að þau búið að vinna töluvert mikið í stéttarfélagsmálum þarna. Það eru mörg samtök í gangi á þessu svæði sem eru búin að vera að berjast fyrir réttindum verkafólks í Suður-Asíu. Það er mikill svona meðbyr, en það eru önnur lönd sem eru að spretta upp núna í þessum iðnaði sem eru með miklu verri laun til dæmis og kannski meira brútal aðstæður eins og Madagaskar og Eþíópía. Þannig að það er svona mjög áhvert fylgis og það var alveg sérstaklega nefnt í skýrslunni sem er mjög gott að þetta að núna er Suður-Asía orðin svona þróaðri fataiðnaður heldur en síðan önnur lönd í Norður-Afríku eða annars staðar. Það er svolítið áhvert. Og myndirðu segja að Amnesty mæli með að fyrirtækin í skýrslunni séu almennt sniðgengin? Nei, það er vist eitthvað touchy subject. Almennt er Amnesty ekki að styðja boycotting eða svona sniðgöngu neytenda. En það þarf samt að gera eitthvað, þannig að hvernig neytendur láta vita af því að þau krefjist þessa gegnsæis, ég veit ekki hvernig er best að gera það. Kannski með sniðgöngu bara. En eins og kemur alveg skýrt fram í þessari skýrslu þá þau fá all þennan spurningalista og svara honum, en það kemur aldrei fram þetta fyrirtæki er að níðast á verkafólki eða brjóta mannréttindi. Það er alveg svona, þetta er mjög erfitt að benda á neitt út frá þessari skýrslu.
og leitt að það væri bent á eitthvað bara því að hann svaraði spurningum eða þú veist, þannig að þetta er svona meira spurningum sko, ætlað þú að fylgja eftir samfélagslegri ábyrgð, skilur við. Þannig að það er svona það sem við verðum að krefja fólk í skýrslunni. Frekar en að vera að afhjúpa einhvern, eða þannig. Þá ætla ég bara að beina spurningum út í sal. Já. Má ég bara halda áfram, Ragnheiður heiti ég. Ragnheiður heiti ég, takk fyrir áhugaverðan fund. Og ég haldi bara áfram með það sem þú varst að tala Árni. Eru þið þá að meina kannski að aðhaldið við fyrirtækin sé eins og segir, þau svara spurningum og hvað segja þau og allt það. Liggur þá aðhaldið í því að við erum að horfa, við erum að fylgjast með, við erum að gá hvað þeir að gera. Einmitt og bara nýta öll Amnesty verkfærin, skrifa undir ákallið okkar á amnesty.is ég ætti að auglýsa það á glærunni og skrifa undir ákallið okkar á amnesty.is en og líka bara senda reiðileg bréf og halda mótmæli og ég veit það ekki, vikið athygli á sem við klæða ykkur í öll fötin í búðinni eða eitthvað, ég veit ekki, bara finna einhver leiðir sko. Já, ég vildi bara bæta við það. Hvaða skref getum við sem neytendur tekið til að annarkvort minnka mansal og misnotkun á vinnustöðum eða styrkja þolendur þess? Er það með hugmyndir fyrir Ísland? Sko, ef ég byrja aðeins, svona á Íslandi, ég held að við ættum alltaf að hugsa og svona staldra við og hugsa okkur ef að verðið er óeðlilega lágt og miklu lægra en hjá kannski öðrum sambærilegum stöðum. Það er alltaf ég veit að við viljum öll ekki endilega borga meira fyrir hlutina en við þurfum. En ef að einhver þjónusta eða vara kostar allt í einu miklu minna þá þurfum við að spyrja okkur hvers vegna því að þá er kannski einhver annar að borga og yfirleitt er það þannig. Nema það hefur orðið einhver svona ægileg nýsköpun í ferlinu og þá er það oft launamaðurinn sem er að borga fyrir það en stundum líka bara umhverfið og svo framvegis. Þannig að það er það sem við bendum alltaf fyrst á sko og bara svona dæmi úr okkar nærsamfélagi eru þegar allt í einu var svo ódýrt að fá sér gervineglur. Þið veitir, þetta er þjónusta sem er svona mannaflafrek, þú ert með eina manneskju á þér alveg jafnvel 1,5 tíma eða eitthvað og það á alveg að kosta dálítið. Svo allt í einu var það dálítið ódýrara og þá jókst líka eftirspurnin mjög mikið. Það var ekki svona mikil eftirspurn eftir gervineglum en þegar það var ódýrt þá fóru rosalega marg og maður sá þetta bara allt í kringu svo það fóru rosalega margir að vera með gervineglur. Þannig að það er svona dæmi finnst mér sem að sýndi allavega mér að sko, jafnvel þá eftirspurnin hafi ekki verið til áður og það varð hún til af því að þetta var ódýrt og það satt svipað með voltið sko. Þetta er heimsending á vörum og ekki ný og hún er mjög mikilvæg fyrir marga og þetta á að vera bara starf sem er gott og hentar sérstaklega fólki sem er nýkomið til landsins vel. En af því að þetta eru svo ódýrt að þá er notkunin orðin svo rosalega mikil hjá eins og volt. Bæti ykkur við? Ég ætla kannski bara að ég er svo sammála og ég held að bara líka þó að ég sé að starfa í lögreglunni þá er maður líka manneskja í samfélaginu og allt þetta og þetta verður alltaf eiginmann sem maður hugsi sér tvisvar áður maður fer í einhverja búð það sem er einmitt endalaust af fólki, ótrúlega mikið magn af vörum og allt kostar ekkert eða mjög lítið. Og líka einmitt þessa þjónustu. Ég var bara daginn og var er mikið að spá í þessu og svona taka eftir þessum hlutum. Að fyrir utan veitingastað að kaupa mat og bíða eftir honum fyrir utan sem fáir gera í dag. Og það streymdu að sendlar að ná í mat og þetta var alveg svona afhjúpandi á bara einum svona 10 mínútna kafla á laugardagskvöldi. Þannig að mér finnst þetta svona, hvað erum við að gera, en það er líka ótrúlega mikið efni bara á internetinu, að því nú lifum við í ótrúlega upplýstu samfélagi, að það eru hótelkeðjur til dæmis sem eru að styðja þolendur
til vinnu í rauninni, taka þolendur í vinnu og styðja þau til betra lífs, þeir sem hafa í Bandaríkjunum til dæmis, og þetta eru alþjóðlegar hótelkeðjur, verslum við þau. Þannig að gerum þetta og þegar ég fór að kynnast þessu og kynna mér þetta, en það kostar oft aðeins meir og við hér ofta á í betri velmegun höfum alveg efni á að gera það þá og förum bara sjaldnar eða kaupum minna, að þetta er líka fyrir umhverfið, þetta er partur af þessu öllu. Hæ, ég ætla að takk fyrir geggjað málstofu. Við erum mjög stoltar af nemendum okkar. En það sem ég langaði að spyrja varðandi svo naglastofurnar. Þetta hits home, ég skal bara viðurkenna það. En hafið þið eitthvað pælt í að maður sem neytandi geti að það sé ykkur merking, að það sé ykkur úttekt, þú fáir ykkur viðurkenningu og þetta náttúrulega sérðu það. Ég hef alveg farið sjálf stofu sem augljóslega var ekki í lagi, og það kom alveg ljós að það var svo ekki í lagi. Þannig að ég sé alveg muninn og mér finnst það svona ef að starfsfólki er að læra íslensku og færi að fara að læra íslensku á vinnutíma og svona, það sé ákveðin vísbending, en maður veit það samt ekki. Þannig ég bara svona spái, ekkert bara það, heldur bara auðvitað, H&M er þarna sem er sænski risinn með allt æðislegt, en þeir eru samt mjög vafasamir, þannig að, en eins og bara naglastofurnar, við tökum það. Hafið þið eitthvað pælt í svoleiðis, að fá svona, er eitthvað svoleiðis í farvatninu? Já, þetta er mjög góð spurning og eitthvað sem ég hef líka velt fyrir mér og ég er alveg sammálaður að ef að starfsfólkið fær að sækja íslensku námskeið og svo framvegis að þá er það auðvitað vísbending og svo megum við heldur ekki fara í þá átt að ætla bara ekki að versla neins staðar þar sem að útlendingar vinna eða fólk sem að talar ekki góða íslensku, þannig að þetta er auðvitað bara snúið. Varðandi svona merkingar, ég meina það eru til dæmi þetta úr öðrum löndum og það hefur verið svona pínu skiptaskoðanir þetta, bara svo ég segi það hreint út innan í verkalýðshreyfingunni. Sumir hafa ekki viljað fara þarna í að votta, gefa einhverju svona vottun, af því að þá þurfum við líka að fylgja því eftir og tryggja að það sé áfram þannig að þetta er pínu snúið. Við höfum pínu líka bent kannski á samtök atvinnurekenda að þeir gætu líka verið með svona sínu vettfangi, einhvern svona vettvang. En ég get samt sagt að til dæmis eitt félagið okkar á Suðurlandi hefur þróað svona fyrir grænmeti, íslensk grænmeti, sem er svona eitthvað votta, ég man ekki alveg hvað þetta er kallað, en þannig að það er alveg dálítið spennandi og svo veit ég líka að eitt af okkar stóru stéttarfélögunum hefur verið að velta fyrir sér að gera saman með ræstingafyrirtæki. Að setja einhverja mælikvarða þá, og það er náttúrulega alltaf trixið að hverjir mælikvarðarnir að vera, en það er þá til dæmis að fyrirtæki sem er trúnaðamann stéttarfélagsins og fá að sækja fundi, það er eitt mælikvarði og þá væri hægt að setja vottun á það, því að það er mikið ákall eftir þessu frá fólki sem að vill versla ábyrgt. Þannig að já, bara góð spurning, takk fyrir hana. Já, takk sömuleiðis fyrir góðan fund, ég tek undir með öðrum sem hafa þakka fyrir þetta, mjög áhugavert og ég vona sér margir að horfa á í streyminu líka. En þetta var nú eiginlega svona svolítið spurning sem ég ætla að spyrja þessar vottanir, hvort það væri ekki hægt að taka upp eins og fair trade og svona, en þú ert náttúrulega búin að svara því að það er kannski erfitt að fylgja því eftir. En það minnir mann líka á það að það er svo fjölmörg fyrirtæki sem að eru með samfélagslega ábyrgð einhvers staðar á heimasíðunni sinni og maður veit ekkert hvað það þýðir. Þess vegna datt mér í hug hvort að væri hægt að gera eins og þú varst að lýsa Árni þessari könnun sem Amnesty sendir út í fyrirtæki. Er hægt að senda út, við vitum að það eru svona mannaflsfrek fyrirtæki og við vitum að það er ræstingar og það eru ræstingafyrirtækin og það er veitingageirinn og það eru öll matvæla fyrirtækin á Íslandi, það er meira aðflutt vinnuafl sem það þýðir ekki það með að það sé ekki alveg sé ekki farið eftir lögum og reglum og allt það, en hins vegar væri áhugavert að fá að sjá það og þá væri hægt að sjá einmitt hverju svara þó að sé ekki annað, skilur, bara rétt eins og gert var þarna í Indlandi, Pakistan. Vinur minn sem gerði grín að mér þegar ég var að tala eitthvað nöldur þessa skýrslu og hann vísaði Blackadder þátt, breskan þátt, þar sem
einn átt að finna út hver væri njósnari í svona á sjúkrahúsi og þess að bara farði núna í hvert herbergi og spurði Are you a spy? Og býtu þangað til einhver segir já. En þú veist, það er spurning sko með hvernig maður nær sko að fylgja sér eftir. Hvað segir lögfræðingur lögreglunar? Er betri aðferðir en að spyrja, ertu glæpamaður? Já, sérstaklega kannski þegar við erum að tala um mansal af því það er frekar flókið fyrirbæri. En veist, við á Íslandi erum líka rosalega góð í að setja frelsi fyrst og alltaf svo að fylgja eftir með eftirlit en gera það síðan ekki. Þannig að það er líka eitthvað svona, þú veist, það er gott að hafa fáareglur og fylgja þeim, þetta er bara eins og uppeldi eða þú veist, þetta er svolítið þetta. Þannig að við einmitt að vera ábyrgt samfélag bara sem í heildsinni alveg frá stjórnvöldum og niður og í atvinnu, rekstur og svo framvegis. En allavega það er við ræddum þetta nú, ég man það bara núna þegar Saga er að segja þetta var búið að vera talsvert í umræðinni svona vottun og bara líka á heimsvísu út af þessu og þetta er, veist, já, reglur eru af hennu góða innan ákveðinna marka, ef við getum sagt sem svo. Má ég spyrja ykkur, eða kannski sögu, en hvað er, þú veist, hvernig eru tillitssöm og ábyrg samskipti við einstaklingar svo hittir sem eru að þrífa húsið þitt eða eru að afgreiða þig á veitingastað og þig grunar eitthvað en þú veist, á maður að taka bara Íslendinginn á þetta og dæma í hljóði eða á maður að segja eitthvað eða vera með svona nafnspjald sem er með 1, 2 á eða hvað myndi vera? Fyrir lögregluna er það sko 1, 2, alveg klárt. Það er líka alltaf hægt að senda okkur ábendingu á mannsal@lögreglan.is og þá skoðum við ábendinguna og það sem fólk þarf kannski að hafa í huga er að þetta getur verið ein lítil tilkynning sem er kannski púsl inn í risastórt púsl sem við höfum eða höfum fengið mikið ábendingum, þannig að við viljum gjarnan fá það til okkar. En þegar kannski svona við hittum fólk og erum í einhverjum vafa, þegar við erum að tala um fólki sem er jafnvel að þrífa vinnustöðunum okkar, fyrsta lagi bara veita því athygli, þú veist, og ræða við það bara hvernig líður í dag, sjá hvort það horfir á okkur eða lítur upp eða getur horfst í augu við okkur, þannig að við getum fengið eitthvað aðeins meira til að vinna með en einmitt og við erum alls ekkert að vera dæmi í hljóði, við eigum einmitt að láta vita að því að við eigum að hlusta á innsæi líka, að því að þú veist að gefa okkur tími að taka eftir, hvernig er fólk, hvernig bregst það við, er það óttaslegið, horfir ekki augun á okkur, allt þetta er svona, já, body language eða líkamstjáningin og aðferðafræðin við að tjá sig. En bara með þessum einföldu spurningum bara, ertu búin að vera lengi hér, ef það er útlendingur, þú veist bara, hvernig líður á Íslandi? Þú veist bara, þessar opnu spurningar hvernig líður þér, af því þau eru örugglega ekki vön því að það veiti margir þeim athygli. Já, ég bara tek algjörlega undir þetta, bara sýna fólki hluttekningu og smá tíma ef maður getur. Og svo líka viljum við gjarnan fá ábendingar ef það er grunur að fólk sé að vinna við eitthvað slæma aðstæður, það þarf ekki að teljast sem mansal. Og það eina sem að gerist þá er bara við kannski förum í heimsókn á staðinn, nefnum ekki einhverja ábendingu, heldur bara eitthvað sem virðist alltaf vera tilviljunarkennt eftirlitsheimsókn, bara í þeim tilgangi að ræða við starfsfólki, þannig að það gerist ekkert meira það. Það er ekki svo alvarlegt að senda ábendingu þó að þetta sé bara einhver tilfinning og mín reynsla og það sem við segjum við okkar eftirlitsfulltrúa er að maður verður að treysta þessari tilfinningu af því að mín reynsla er að oft er eitthvað þar sko, ef maður fær svona á tilfinningunum eins og eitthvað sé skrítið. Og oft er þetta mitt þá líkamstjáning og eitthvað svona sem er kannski erfitt að setja puttan á, en maður svona finnur það. Þið farið náttúrulega til fyrirtækjana og það er mér leikur forvitni á að vita, eru þessi fyrirtæki innan samtaka atvinnurekenda? Nei, þau eru nefnilega nánast aldrei. Þó að vissulega geti það komið upp og það getur komið upp svona einhver launamál hjá fyrirtækjunum innan samtaka atvinnulífsins
En það samt þannig að flest þessi fyrirtæki sem eru svona, við erum að takast á við í svona þessum alvarlegu brotum standa utan SA. Og það eitthvað sem að ég minni þau líka alltaf á þegar við erum í samtali við SA. Þetta sameiginlegt hagsmunamál. Við getum verið ósammála einhver önnur atriði, einhvern túlkun og kjarasamningum eða svo framvegis, en með þetta svona brot að þá eigum við að geta verið bara sammála og það í allra hag að reyna að koma í veg fyrir það sko. Af því að þeirra fyrirtæki eru þá líka þetta í samkeppni við þessi fyrirtæki. En svo eru þeirra fyrirtæki kannski líka í alls konar samstarfi og með byrgja og svo framvegis og það eitthvað sem að þau þurfa auðvitað að skoða sjálf sko. Skoða sína ferla. Ég var með aðra, kannski ekki fyrirspurn en svona ábendingu. Fataiðnaðurinn mjög þungur í loftslagsmálunum, vegur þar mjög þungt og það náttúrulega allan heim komin af stað mikil vinna og jáfnvel bara mikil barátta í að reyna að draga úr losun kolefnis og ekki síst í þessum greinum sem að vega þyngst eins og annars vegar landbúnaður og hins vegar textiliðnaðurinn. Kemur til greina einhvers konar samstarf á milli því þetta þó að sko í grundvallaratriðum sé þetta kannski ólík mál að ræða þá þetta samt sem að bara vandamálið þessi svakalegi fataiðnaður. Nákvæmlega. Nei, það bara, ég myndi fagna samstarfi sko af því að þetta 100% loftslagsmál, sko hraðtíska sem slík árás á loftslagið. Bæði út af einmitt framleiðsluháttunum að það svo mikið af framleiðslu og flutningi og svo notkun. En svo líka gott að hafa í huga að ef hagur verkafólks myndi batna þá myndi hækka þjóðarframleiðslu tölfræðina hjá löndunum. Þannig rauninni þá væri hægari og dýrari framleiðsla væri í rauninni ætti að vera jafngóð sko. Einu sem hagnast ekki á því þá forstjórinn í tískufyrirtækinu og meðallaun framkvæmdastjóra skilst mér séu jafn há og árslaun hjá 5 starfsmönnum í fataiðnaði í Bangladesh. Þannig að þetta svona ójöfnuðurinn slæmur fyrir umhverfið, einfaldlega. Og það eitthvað svona, það eitt sem ég var einmitt að pæli út frá því sem þú varst að segja, út frá sko innviðum. Að þetta, að ef við erum alltaf hagnaðardrifin og notum en hagnaður alltaf sömu forsendum að mylja innviðað innan, að þá endum við meira ójöfnuð og færi leiði til þess að vinna gegn loftslagskrísu. Ég veit að tíminn búinn en það gveldi með Guðrún og segja að sko, og þetta við getum talað þetta allt undir hatti sjálfbærni því við erum að tala félagslega, umhverfislega og hagræna sjálfbærni og einhver slík skilur og það náttúrulega það sem við eigum að gera erum við að tala heimsmarkmið. Já og heimsmarkmiðin, einmitt, þau eru að hýsa okkur. Svo eru 2 bakvið eða svona kannski að þið náðu að spyrja ógeðslega hratt og svo eru bara, svo segjum ekki búið. Einhverjar aðferðir sem að fyrirtæki sem að brjóta á starfsfólki nota til þess að bæta ásýnd sína eða til dæmis svona taka niður raunhæfar ásakanir svona brot sem koma í fjölmiðla til dæmis? Einhverjar aðferðir sem fyrirtæki nota til þess að skjóta niður gagnrýni til dæmis? Sakurnar tilburðir. Já, ég meina þau ráða oft bara mjög dýra lögfræðinga til að tala sínu máli. Það eitthvað sem að stéttarfélögin eru alltaf að takast á við sko. Þannig að það aðferð og svo eflaust líka náttúrulega bara splæsa í dýrar auglýsingaherferðir til einhvern veginn að laga ímyndina sko eftir að hún hefur kannski beðið hnekki. Já. En ég meina, ég held að, og sum fyrirtæki með mjög orðspor sitt og mörgum eðlilega, það skiptir raunverulegu máli hvert orðsporið þeirra eða þú ert veitingastaður eða eitthvað svoleiðis. En svo hefur manni stundum fundist eins og
til dæmis höfum við oft eða stéttarfélögin okkar verið að takast á við fyrirtæki í ferðaþjónustu sem er náttúrulega bara grein sem hefur vaxið gríðarlega hratt og gríðarlega margir aðilar komið inn og bara með mis ábyrgum hætti. Þannig að mikið af litlum fyrirtækjum og hafa stéttarfélögin þurft að takast mikið á við og þá fær maður stundum á tilfinninguna eins og orðspori skiptir kannski minna máli, af því að kúnninn er ferðamenn sem koma alltaf bara að fara og koma alltaf nýir. Þannig að þessi orðsporsáhætta er mikilvæg, held ég, eftir í hvað greinum þú ert og sama kannski við svona verktakafyrirtæki í byggingariðnaði sem eru kannski lítil, þau heita öll einhverjum svona bara stafarunum og enginn þekki vörumerkið þeirra, þannig að þessi orðsporsáhætta gildir ekki alls staðar, sko, en vissulega sums staðar. Já, ég ætlaði bara að spyrja, þið nefndu líkamstjáningu sem eitt af merkjum í til dæmis þjónustugeiranum að ekki sé allt með feldu. Er einhver fleiri merki sem maður gæti haft í huga þegar maður er í viðskiptum almennt? Allavega svona kannski frá okkur séð, það er líka kannski að beina augunum kannski þangað sem að þið ættið ekki að sjá. Ef að þið eruð í þjónustugeiranum, það er hérna að gjóa augunum aðeins inn í eldhús kannski, hverjir eru þar, þannig að það er mjög gjarnan líka, þeir sem eru í kannski mestu neyðinni eða í svona alvarlegustu aðstæðunum eru jafnvel hafði baka til. Þannig að við kannski sem erum að kaupa þjónustuna sjáum það ekki. Þannig að það er klálega eitt af því. Og aftur bara tilkynna til stéttarfélagana, til okkar að lögreglu 112 eða á netinu eða online og þetta að láta okkur vita vegna þess að við erum oft með grunnsemdir fengið einhvað en ekki nægilegt til að fylgja því eftir eða þannig að þetta hjálpar. Þannig að einmitt að beina líka sjónum að því sem við sjáum ekki. Einmitt, ef ég bæti bara örstnögt við þetta þá er það vissulega náttúrulega ef fólk bara sýnist óttaslegið einhvern veginn, sýnir einhver svona merki þess að vera hrætt eða óöruggt. En svo má líka nefna að það er líka svona tenging á milli þess þegar að kannski fólk er að vinna eitthvað starf en virðist ekki kannski fá búnaðinn til þess eða virðist ekki hafa sérfræðiþekkinguna til þess. Það er líka merki, hvort sem er í byggingariðnaði ef að fólk annarkvort náttúrulega er ekki með hjálm eða þannig búnað eða virðist ekki kunna að stýra vinnuvélinni eða bara vinna vinnuna nógu vel, þá er það líka merki. Atvinnurekandi sem er að reyna að lágmarka kostnaðinn sinn, hann kannski sækir fólk sem að hefur ekki reynslu eða menntun í því sem er að fara að gera og sama með sumar á svona naglastofum og ég heyrði marga frásagnir því þar sem að kunnáttan var bara ekki til staðar, sko. Þannig að það getur verið tenging þar á milli líka. Já, bara takk kærlega öll sem bara eitt innlegg að við vorum að tala um neglur. Það var kona sem býr í húsinu mínum, hún sagði að hún hefði ferð á naglastaðan eða Laugavegi. Henni hefur sendt tölvupóstur og hún beðin að borga ekki með korti, bara með. Og við vitum öll hvað það er. Þess vegna borga ég allt sem ég ger bara með korti. Það er lokað kvöldsins. Já, yndislegt. Skemmtilega samræður og skemmtilegt erindi þitt. Ég hugsaði að ég þurfti bara að fá þig til að